Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Ertu þú sjálfur? Brynjar, þetta fólksvöldri að klára þetta mót þínu frá? Já, ég nú ekki alveg klár hvernig hinn leikin fóru en ég skilst að ef við klárum leikin á fimmtudaginn og þá setur hún í höfn. Þannig að, hvað er margir leikir eftir 3, 4? Þannig að, já, við eigum að geta klárað það. Hvernig var það að spila í aðstofnum minn í dag? Það var ekki auðvelt að leika hérna? Það var bara skelfilegt, vægast sagt. Þetta er langt síðan maður hefur spilað í svona rúki og það er bara erfitt að átta sig á náttúrulega hvert boltinn er að fara og hann fer ekki þangað sem maður vill að hann fari. Þannig að það er erfitt fyrir bæði lið bara. Fótboltinn og skemmtunin verður kannski aldrei eins og hún getur verið. Þú nýtir nú Roki ágætlega með þessu frábæra marki hérna. Getur þú lýst svona tilfinninguna að skora að 51 metra færi? Já, það var mér sýndist að vera frekar framarlega markmaður og ég bara ákvað að láta vaða og sennilega eina sendingu eða skot sem fór þangað sem ég ætlaði í dag, þannig að það var bara frábært og frábær tilfinning. Við fengum svolítið klaufalegt mark á okkur í fyrri hálfleik sem þeir jafna úr, þannig að það var ljúft að komast yfir fljótlega í seinni hálfleik aftur. Áttu von á meiri mótspyrnu frá Fylki en Vömbagvinn? Við áttum bara von á erfiðu leik, hvort sem var. Þeir voru að spila við FH daginn og það fór, þeir stóðu lengi vel í þeim og fór 1-0 í lokin og stóðu þessu mjög vel í því. Við vorum búin að skoða þar leika, þannig að við áttum bara von á mjög erfiðu leik og sem það var, þó að tölunar hafi endað 4-1. Þið að sjálfsögðu treystið á ykkur sjálfa en það er alltaf notalegt þegar FH og Stjarnan kannski tapar stigum í þessari baráttu. Já, við höfum alltaf lagt upp með það. Við ætlum að klára okkar leiki og taka þau stigi sem við getum tekið og það er lítið að fara að treysta á önnur lið að þau tapi stigum eða eitthvað slíkt. Það er alltaf best að geta treysta á sjálfa sig og við erum með þetta búin að hafa þetta í okkar höndum í góðan tíma núna. Það er sjálfum sem bara smá bónus að hin liðin hafa tapað en við höfum alltaf að vinna okkar leiki.